Alveg, þetta lítur að vera hrikalega súr niðurstaða. Komin í frábæra stöðu, 2-0 yfir. En þetta er því miður ykkar hlutskipti. Hvernig þín fyrstu viðbrögð akkurat núna? Bara svektur, klárlega, að vera komin í 2-0 og kannski hugsa tilbaka að fjórði leik út í fjórða leik var okkar svona, þar fór serían og en svona er þetta bara körfubolti Njarðvík með hörku lið, bara börðust áfram og held áfram og bara óskaði til hamingju. En þið komist yfir og bara örugglega myndi ég að segja. Þetta er bara sannfærandi 2-0 fórhasta. Hvað gerir sér? Eitthvað sem Einar og Ólafur breyttu, sem þið gátu ekki brugðist við? Þeir klárlega breyttu hlutunum og voru að gera eitthvað og ráðast á réttu svona momentunum, en ég vil ekki einhvern veginn meina það að leikur 3 og 4 hafi tapast út af því að þeir voru að gera eitthvað. Þessi leikur klárlega að gera, Njarðvík kemur bara miklu tilbúinu til leiks og svona, bara svona, og við samt bánsum tilbaka og það er 12-10 en þessi leikur kannski er svona þeirra að mínum mati. Ég vil meina það að við eins og fjórðarleikundin í fjórðarleiknum algjörlega galinn okkar hálfu og þar hefðu við getað bara verið aðeins meiri töffarar og stíðu upp, en þessi leikur, ég meina, þessi leikur var bara Njarðvíkur og þær börðu okkur bara svona áthösluð okkur eins og skiptir máli í leik 5 og þar vorum við bara undir. En byrju, Abbi Bíman, menn hefur ekki þurft dálítið meira framlag frá henni. Hún er hitta mjög illa fyrir utan þriggjaseríunum sérstaklega, eða ekki? Alla seríuna. Ég hugsa að ég hef bara þurft svona meiri bara svona réttu ákvörðunartökunar hjá henni, því að hún er svolítið mikið að koma sér í teginn, var náttúrulega ekki að hitta eins og þú segir og mér fannst svona eftir að hyggja að hún ekki verið að taka réttu sendingarnar, vera kannski leita að einhverju ákvæðni sem var ekki opinn og sleppaði að gefa á þetta opna, og þá kemur bara, akkur gefur hún ekki á mig, treystur hún mér ekki á, kannski, tekur ekkert af Abbi, hún er á fulla allan tíman, hún berst og allt það, en það er svona kannski, ef ég hugsa tilbaka, þá kannski svona ákvörðunartökurnar, eins og segir, hún þarf að vera klárari á boltann og bara, gera betur þegar hún er ekki að hitta og koma boltanum bara í opið færi og bara áfram gakk. Já. En þú ferði yfir bara allt tímabilið. Ertu ekki frekar bara fúll? Var ekki uppleggið að vinna titil eða titla? Jú, við einhvern veginn, þegar við komumst á rennið okkar og erum einhvern veginn í fyrsta sæti í deildinni, þá byrjar meiðslaævintýrið okkar sem tók enda bara rétt fyrir úrslitakeppnina. Við erum ekki að tapa á móti Njarðvík, ekki að segja það út af því, en við erum klárlega ekki eins gott lið og hefðum getað orðið ef við hefðum ekki lent í þessu. En það er bara eins og það er og maður þarf náttúrulega að vinna með það. Niðurstaðan kannski bara svo að það er náttúrulega bara ömurlegt að vera 2-0 yfir á móti Njarðvík og tapa 3 leikjum í röð. Og kannski bara svekta sig með það. Frábært, takk fyrir. Takk.